Hvert og eitt slys óásættanlegt, segir formaður Samtaka ferðaþjónustunnar, en þau eru ekki fleiri en áður. 2 ferðamenn hafa látist af slysförum á viku. Rússlandsforseti virðist vera með öll tromp á hendi fyrir leiðtogafund með Bandaríkjaforseta. Samskiptin á milli ríkjanna hafa verið furðuleg að mati sérfræðings í varnarmálum. Gleði, glimmer og baráttu andi sveif yfir miðbæ Reykjavíkur í dag þegar gleðiganga hinsegin daga mjakaðist niður að Hljómskálagarðinum í Bongó blíðu. Þá það mjög mikilvægt að við stöndum saman og Íslendingar standi með hinsegin fólki. Komandi kynslóðir eiga bjarta tíma framundan að mati leiðtoga Armeníu og Aserbaídsjan sem undirrituðu friðarsáttmála í Hvíta húsinu í gærkvöld eftir að hafa tekist á áratugum saman. Eitt stærsta safn Kjarvalsverka á landinu prýðir nýtt fágætissafn í Vestmannaeyjum. Vöggu prent frá 1498 er meðal dýrmætra bóka á safninu. Gott kvöld. Síðasti sólarhringur hefur verið lygilegur í samskiptum Rússlands og Bandaríkjanna að mati öryggis- og varnarmálasérfræðings. Rússlandsforseti virðist vera með öll tromp á hendi fyrir leiðtogafund í næstu viku. Donald Trump forseti Bandaríkjanna tilkynnti á samfélagsmiðlum í gær að hann ætla að taka á móti Vladimir Putin forseta Rússlands í Alaska seint í næstu viku. Trump segir að bæði Úkraína og Rússland gætu þurft að færa fórnir til að geta samið vopnahlé. But we're actually looking to get some back and some swapping. It's complicated. It's actually nothing easy. It's very complicated, but we're going to get some back. We're going to get some switched. There'll be some swapping of territories to the betterment of both. Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu tók ummæli Trumps óstint upp og sagði þjóð sína aldrei eiga eftir að verðlauna Rússa fyrir innrásina. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення. Вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний, живий мир. Öryggis- og varnarmálasérfræðingur við Alþjóðastofnun hernaðarfræða segir atburðarás síðasta sólarhrings lygilega. Trump gaf Putin stuttan frest til að semja frið ellegar yrði refsingum beitt. Orð hans í gær eru merki algjöran viðsnúning þar sem hann virðist enduróma óskir Putins viðurkenningu á yfirtöku Rússa á úkraínsku landsvæði. Honum sýnist Putin vera með öll trompa á hendi. It'd be very interesting to know who proposed Alaska. The symbology of it is clear, and it's easy to imagine Putin making the point, the argument, the framing point to Trump that, look, we once had this territory and we gave it to you, therefore Ukraine had this territory and now should give it to us. Mörg hörmuleg banaslys á stuttum tíma eru sláandi, segir formaður Samtaka ferðaþjónustunnar. Tölfræðin sýni að slysin séu ekki óvenju mörg. Mörg banaslys hafa orðið í sumar á vinsælum ferðamannastöðum. 9 ára þýsk stúlka drukknaði í Reynisfjöru fyrir viku og bandarískur karlmaður 60 lést við flúðasiglingu í Vestari Jökulsá í gær. Lögregla rannsakar tildrög slysins. Þá urðu 2 önnur dauðsföll fyrr í sumar við Brúarfoss og Hrafntinnusker. Formaður Samtaka ferðaþjónustunnar segir hættur leynast víða í náttúru Íslands en mikið hafi verið gert til að tryggja öryggi ferðamanna á síðustu árum og ekki sé aukningu að ræða. Þetta auðvitað kemur núna á stuttum tíma, mikið af slysum og hörmulega fréttir og það auðvitað slær alla en svona ef við horfum aðeins yfir þetta þá er tölfræðin svo sem ekkert að þróast í þá átt að við séum á einhverjum verri stað núna heldur við höfum verið. Pétur segir að þegar slys verða þá sé tilfinningin sú að ekki hafi verið nóg að gert. Því leitast við að bæta öryggi enn frekar
til að mynda í Reynisfjöru, meðal annars með því að breyta forsendum hættustig vegna ölduhæðar og setja upp lokunarhlið við slíkar aðstæður. Ekki hægt að koma í veg fyrir öll slys og fólk verður líka sjálft að bera ábyrgð. Það auðvitað þannig að þegar að fólk fer í frí og í ævintýraferðum og þá ofta að gera hluti sem það kannski ekki vant að gera heima hjá sér og þá reynir á ef fólk með einhverja undirliggjandi sjúkdóma að þá aukast auðvitað líkurnar á að eitthvað gerist. Það náttúran sem fólki sækir í hér á landi og hún getur verið lúmsk og hættuleg. Við sjáum til dæmis í Tíróli í Austurríki þar sem eru mikið svona alpa íþróttir og ýmislega auðvitað áhættu sport líka stunduð en þar eru við með 1,25 banaslys á hverja 100.000 ferðamenn og það 5 sinnum hærra heldur en hjá okkur ef að maður vill í svoleiðis samanburð en það auðvitað ísköld tölfræði þegar maður sér síðan hvert og eitt slys og horfir á það þá það bara hvert og eitt slys óásættanlegt fyrir okkur. Gleðigangan stóð undir nafni í dag í sól og blíðu. Fólk þyrptist í miðbæ Reykjavíkur til að sýna samstöðu og baráttu gleðin heldur áfram í kvöld, ekki satt? Erla María Davíðsdóttir. Heldur betur, ég hérna við Iðnó þar sem að hátíðarkvöld verður stjórn hinsegin dagar það bil að hefjast. En í gleðigöngur í dag var ekki skortur á gleði og skemmti atriðum en þrátt fyrir það að gleðin hafi verið fölskvalaus var leið mynd á að baráttunni sé ekki lokið. Fólk hóf að safnast saman við Hallgrímskirkju snemma, enda skipulagið mikið og flókið. Stuðið var byrjað löngu áður en lagt var af stað. Hann afskaplega mikilvægur og sérstaklega í ljósið sem að gerast bara út allan heim, þá það mjög mikilvægt að við stöndum saman og Íslendingar standi með hinsegin fólki. Síðan var lagt í hann og lá leiðin venjusamkvæmt niður Skólavörðustíginn, Bankastrætið og suður Lækjargötu. Það má með sanni segja að gleðigangur fyrir nafni rendur, gleðin ótrúkandi, hérður hafnir í stuði og gleðin ekki síst á jörðu niðri. Göngunni lauk síðan í Hljómskálagarðinum þar sem fjöldi listamanna kom fram og í ávörpum var mynd á að baráttunni væri ekki lokið. Það mjög nauðsynlegt að vera með svona stóra og flotta daga þar sem allir koma saman og fagna fjölbreytileikanum. Eigum við bara að geta verið eins og við erum, var það ekki? Komum á hverju ári að styðja. Hvað finnst þið svona flottast í göngunni? Að sjá allt margli. Hvað finnst þið fallegt við gönguna? Og það skaut upp í loftina að fljúga. In a world full of caterpillars, it takes balls to be a butterfly. Og það nákvæmlega tilfinningin, þetta upplifunin okkar sem komum út úr skápnum. Okkur líður eins og við séum fiðrildi að koma út úr púpunni í öllum regnbogans litum sem við erum. Ég ætla bara að vera með skilaboðið þeirra sem ennþá inn í skápnum. Ennþá að kveljast úr efasemdum sjálfa sig. Farðu og fyndu fólkið þitt. Við erum hérna. Við tökum vel á móti þér á meðan aðrir kannski gera það ekki. Ég finn allavega fyrir mikilli samstöðu en auðvitað erum við hérna líka til að minna á að það eru fullt af málefni sem við þurfum að vinna í og hjálpast að berjast fyrir. Og hjá mér Helga Haraldsdóttir, formaður hinsegin daga. Helga, til hamingju með daginn. Yfirskrift ársins í ár samfélag skapar samstöðu. Getur kannski sagt mér aðeins frá því? Já, samfélag skapar samstöðu okkar yfirskrift í ár og hún sést kannski best á því að hérna voru, talið að 100.000 manns hafi komið hérna saman í dag. Ekki bara til að horfa á, heldur til að taka þátt og fagna með okkur. Telurðu það að nú synguðu rosalega mikla samstöðu frá kannski fólki í dag. Hefur orðið eitthvað svona bakslag í baráttunni? Íslendingar eru ofarlega á lista þegar kemur að hinsegin réttindum. En það ofboðslega nauðsynlegt að standa vörð áunnin réttindi og það gerum við hérna í dag. Og gleðigangun í dag gekk væntanlega vonum framar. Veðurguðirnir léku við hvern sem fingur og það var bara allt ásanlegt. Svo sannarlega, það var eins og ég sagði hérna, það var sannkölluð regnbogaviðvörun sem átti sér stað hérna.
Og nú eru þið að fara að setjast við hátíðar kvöldverð og svo bara heldur gleðin áfram í kvöld eða hvað? Jú, alveg fram á rauðanótt verðum við hér. Takk fyrir þetta Helga og góða skemmtun í kvöld, en við kveðjum þá héðan úr miðbænum. Takk fyrir það, Erla María Davíðsdóttir. Leiðtogar Armeníu og Aserbaídsjans undirrituðu friðarsáttmála í Hvíta húsinu í gærkvöld. Ríkin hafa eldað grátt silfur saman undanfarna áratugi, þar af tvisvar farið í stríð vegna héraðsins Nagorno-Karabakh. Héraðið landlugt í Aserbaídsjan en meirihluti íbúa eru armenar. 100.000 armenar flúðu þaðan þegar Aserar tóku héraðið yfir árið 2023. Bandaríkjaforseti sagði leiðtogana ákveðna í að koma í veg fyrir vopnuð átök til frambúðar og opna fyrir viðskipti, ferðalög og pólitísk samskipti. President Trump brings peace to Caucasus and we're grateful for that. And I'm sure that Armenia and Azerbaijan will find courage and responsibility to reconcile, and also the people will reconcile. We will turn the page of standoff, confrontation and bloodshed, and provide bright and safe future for our children. I want to thank President Trump and his team for brokering this game-changing outcome between Armenia and Azerbaijan. This is a great deal we've achieved today. This is a success for our countries and for our region, and a success for the world, because a more peaceful region means a safer world. 80 ár eru í dag liðin frá því að Bandaríkjamenn vörpuðu kjarnorkusprengju á japönsku borgina Nagasaki. 74.000 létu lífið í árásinni á borgina og 140.000 í Hiroshima 3 dögum fyrr. Fulltrúar 100 ríkja taka þátt í minningarathöfn í ár, þar á meðal Rússland, sem hefur ekki verið boðið frá upphafi innrásarinnar í Úkraínu. Athöfnin hófst með því að báðar klukkur dómkirkju hins flekklausa getnaðarómuðu í fyrsta sinn síðan 1945 á nákvæmlega sömu stundu og sprengjan féll. 爆発の瞬間はオレンジ色と黄色が混じったような光の帯の中に一瞬全身が生まれたような感覚でした。続いて凄まじい爆風で窓ガラスが破壊され、私は部屋の隅に頭を抱えて転がり込みました。その上に給油が折り重なってきたため、その体重で息もできないありさまでした。長崎を最後の被爆地とするためには、核兵器廃絶を実現する具体的な道筋を示すことが不可欠です。先延ばしはもはや許されません。 270 íbúðir eru í byggingu í Þorlákshöfn. Íbúðum þar fjölgar alltaf 6% á ári, sem bæjarstjórinn segir þó viðráðanlegt. Það fer ekki fram hjá neinum sem ekur inn í Þorlákshöfn að þar ört stækkandi bær. Bæjarstjórinn segir vöxtinn fylgja auknum atvinnutækifærum. Þetta hefur líka fylgt vexti hafnarinnar sem skapa mikið af tækifærum, og í dag eru 270 íbúðir í byggingu hér í Þorlákshöfn. Og 1180 íbúðir til viðbótar eru í skipulagi í öllu sveitarfélaginu Ölfusi. Við höfum verið með svona 6% fjölgun á ári og það svona hingað til viðráðanlegt. Áramótin byggu tæplega 2760 í sveitarfélaginu. Það innviðir ráði við þessa auknu fjölgun, svona eins og fráveitur og skólinn og allt þetta? Já, það góð spurning, en auðvitað það hlutverk okkar að láta innviðana vaksa með. Við erum að byggja núna nýjan leikskóla, við erum að fara að stað með verulega stækkun á grunnskólanum, auka íþróttaaðstöðuna og fjölga íbúðum aldraðra og allt sem þessu tilheyrir. Við höfum notið góðs af því að vera skuldlétt sveitafélag og höfum þess vegna ráði við að láta innviðana vaksa með. Jim Lowell, leiðangurstjóri Apollo 13 tunglferðarinnar, látinn 97 ára að aldri. Honum tókst að afstýra stórslýsi þegar sprenging varð í tunglfarinu. Geimflaugin var send á loft 11. apríl 1970 með þá Lovell, Jack Swigert og Fred Haise borð. Tilgangur ferðarinnar var að lenda á tunglinu og feta þar í fótspor Neil Armstrong og félaga frá árinu áður. 4 dögum eftir flugtak varð hins vegar óhapp sem hefði getað endað með ósköpum. Lovell tilkynnti stjórnstöð í Houston að sprenging hefði orðið í súrefnisgeymum geimfarsins.
Tunglendingunni var aflýst og allt kapp lagt á að koma geimförunum heilu og höldnu heim. Áhöfnin kom til Íslands í október sama ár þar sem Gylfi Þ. Gíslason menntamálaráðherra tók á móti þeim á Keflavíkurflugvelli. Þeir sóttu einnig Kristján Eldjárn forseta heim á Bessastaði áður en leið þeirra lá í sjónvarpssal. Well, I think that you can become very accustomed to space. It's almost second nature to a person. And I think Lovell fór aldrei aftur út í geim eftir tunglferðina örlagaríku fyrir 55 árum. Fágætissafn opnaði í safnahúsinu í Vestmannaeyjum nýverið. Þar má finna eitt stærsta safn Kjarvalsverka á landinu og allar útgáfur íslensku biblíunar síðan Guðbrandsbiblía kom út árið 1584. Elstu bækurnar sem eru prentar í heiminum eru nefndar á íslensku vögguprent in cuna bula á latínu. Hérna höfum við dæmi slíkt. Prentuð 1498. Þetta 527 ára gamall prentgripur, þú getur haldið á þessu. Og þú sér hvað þetta ótrúlega fallega. Bókin ein fjölmargra merkilegra og dýrmætra bóka á safninu. En uppistaðan eru 1500 bækur sem Ágúst Einarsson fyrrum rektor á Bifröst gaf bókasafni Vestmannaeyja. Þar eru líka allar útgáfur biblíunar á íslensku frá Guðbrandsbiblíu frá 1584. Málverk eftir Júlíönu Sveinsdóttur og eitt stærsta safn landsins af verkum eftir Jóhannes Kjarval. 37 talsins í eigu Vestmannaeyjabæjar. Já, þetta ný sérstaða fyrir Vestmannaeyjar. Að vera með eitt fallegasta fágætisbókasafn landsins, umlugt af 37 Kjarvalsverkum. Það sérstaða sem er ánægilegt að sjá, menn sjá ekki Guðbrandsbiblíu og Þorláksbiblíu á hverjum degi. Að ýmsu þarf að huga þegar rými fyrir slík verðmæti hannað. Það náttúrulega bara rakastig og hitastig og maður þarf að passa upp á allt og allt sé upp á 10 þegar að svona, eins og ég segi, verðmæti eru til staðar. Þannig að já, þetta mikill heiður að fá að vera þáttakandi í þessu dásamlega safni. Það hefur verið furðulega mikið að gera. Það hefur verið eins og goslókin þá kom örugglega upp undir 1000 manns. Ég hef verið satt að segja mjög undrand á því, ég bjóst ekki við því að það yrði svona mikill áhuga á þessu. En það sýnir okkur að menn eru stoltir, Íslendingar, við erum stolt af þessu sérkenn okkar, þjóðarmenningun okkar, þessu sem við berum fram á þjóðarborðið, eddukvæði, Íslendingasögur, bókmenningun í heild sinni og af henni eigum við ansi góða sneið í þessu safni. Grilllyktin umlykur Árborg þar sem bæjarhátíðin sumar á Selfossi fer fram helgina í 29. sinn. Íbúar láta sitt ekki eftir liggja í skreytingum í ár. Það nokkuð, Sólveig Ólafsdóttir? Nei, hér er sannarlega sumar á Selfossi og hefur verið þessa daga sem þessi hátíð og hér er líka litir og fjör og hér lætur enginn sitt eftir liggja. Hér er ungir og aldnir sem leggja sitt af mörkum og taka þátt í þessu. En svona götuhátíð verður ekki til á einu kvöldi það, Sverrir Viktorsson. Hvernig verður svona götuhátíð til eins og hér í Lyngheiðinni í kvöld? Það alveg rétt hjá þér og fyrst og fremst vil ég þakka knattspyrnufélagi Árborgar fyrir að standa undir sumar á Selfossi. Og hér erum við í Strumpaheiðinni, a.k.a. Lyngheiði og sérstemminguna. Þetta kærleikur, hamingja og metnaður hér. Þetta fólk sem fjölskyldan okkar og við erum hér fjölskylda. Við byrjum að undirbúa þetta í janúar fyrra og gerðum alveg magnaða skreytingar. Eins og sér, strumpar, gleði, kaka hér fyrir alla bæjarbúa í dag, 2,5 metra lang kaka og bara endalaus hamingja. En þetta ekki bara gleði, þetta líka keppni. Þetta keppni og við ætlum að vinna þessi keppni, það ekki annað í boði og við höfum lagt mikið í sölunar. Og keppnin það hver besta og skemmtilegast og best skreyta gatan. Skemmtilegasta gatan og við erum svo sannarlega skemmtilegust, ég samfærður það. Þannig að hér heldur fjörið áfram og við kveðjum hérðan frá Selfossi. Hér eru hús til sölu. Takk fyrir þetta Sólveig Ólafsdóttir. Þetta var lítið til veðurs. Það fremur hæg í kortunum fyrir morgundaginn og má reikna með lítilsháttar vætu á köflum norðaustanlands sem og suðaustanlands fyrir partdags. Að öðru leyti má búast við góðum bjartviðrisköflum og hita allt að 18 stigum á suðvesturhorni landsins. Við förum nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttafréttunum.
Frábær tilþrif sáust á næstsíðasta keppnisdegi Íslandsmótsins í golfi á Hvaleyrarvelli í dag. Einn kylfingurinn fór holu í höggi. Heimsmeistaramót íslenska hestsins nær hámarki í Sviss helgina. Við tökum púlsinn þar. Spretthlauparinn Eir Chang Hlésdóttir hljóp til úrslita í 200 metra hlaupi á EM 20 ára og yngri í frjálsíþróttum. Svo er toppbaráttan í bestu deild kvenna og karlalandslið Íslands í körfubolta í íþróttum hér eftir fréttir. Og þessu næst ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Hvert og eitt slys er óásættanlegt, segir formaður Samtaka ferðaþjónustunnar, en þau eru ekki fleiri en áður. 2 ferðamenn hafa látist af slysförum á viku. Rússlandsforseti virðist vera með öll tromp á hendi fyrir leiðtogafund með Bandaríkjaforseta. Samskiptin á milli ríkjanna hafa verið furðulega að mati sérfræðings í varnarmálum. Gleði, glimmer og baráttu andi sveifi yfir miðbæ Reykjavíkur í dag þegar gleðiganga hinsegin daga mjakaðist niður að Hljómskálagarðinum í bongóblíðu. Þá er það mjög mikilvægt að við stöndum saman og Íslendingar standi með hinsegin fólki. Komandi kynslóðir eiga bjarta tíma framundan að mati leiðtoga Armeníu og Aserbædsjan sem undirrituðu friðarsáttmála í Hvíta húsinu í gærkvöld eftir að hafa tekist á áratugum saman. Eitt stærsta safn Kjarvalsverka á landinu prýðir nýtt fágætissafn í Vestmannaeyjum. Vögguprent frá 1498 er meðal dýrmætra bóka á safninu. Þessi fréttatími er á enda. Allar nýjustu fréttir eru birtar á vefnum ruv.is og Fréttastofan birtir jafnframt fréttir á TikTok, Instagram og Facebook. En við kveðum ykkur í kvöld með myndum Kristófers Óla Birgissonar sem slóst í för með ferðafélagi Akureyrar í Drekagil fyrir sumar, en leiðin liggur meðal annars fram hjá drottningu íslenskra fjalla, Herðubreið. Veriði sæl. Dýrleg á sléttunni draumfögur rís, drottning íslenskra fjalla. Á RÚV í kvöld. Krauts á Seltjarnarnesi. Íslensk leikinn þáttaröð þjóðverjann Karl Krauts sem ferðast heiminn og býr til sjónvarpsefni fyrir þýska ríkið. Tilneyddur eyðir hann sumrinu á Íslandi ásamt aðstoðarmenni sínum við að framleiða menningarþætti smáþorpið Seltjarnarnes. Amma Glæpon, Gangsta Granny. Bresk gamamynd byggð á samnefndri barnabók eftir David Walliams. Ben er sendur í pössun til ömmu og er ekki skemmt yfir því.